Að lokum langar mér bara aðeins að svona velta því upp af því það hefur auðvitað, kannski ég aðalega að hugsa fótboltann en af því það svona mest talað mikið á móti fótbolta. Já, ég rosa mikið á móti fótbolta. Kottu bara í íshockey. Nákvæmlega. Það alveg hörku í fyrir. Já, ég trúi því reyndar, ég myndi aldrei þóra því. Það satt, sko, ég ekki að grínast þér. Ég horfði á úrslitaleikin á Pæjumótinu núna og ég var bara ég átti ekki séns. Í fótbolta? Í 5. flokk fótbolta. 12 ára stelpur. Já, þessi, þú veist, hockeyleikur bara krútlegt með hliðina á þeim. Það eru grjótharðar. Þetta kannski smá svona, hockey í alvöru ekki, það bara í amerísku deildinni sem menn slást, annars það bannað sko, bara svo það sé sagt. Okay. En maður bara skjóta inn í meira stereotypu hugmynd áður þú nærða að klára þetta. Hún var að benda á mig, hún var aggressíft. Með þumlun. Þarna í íshockey, allstaðar á Íslandi, að þá æfa kynir blönduð þangað til að stelpurnar fara upp í meistaraflokkana. Það keppa blandað allan tíma. Og hvað gerir það? Þú veist, hvað græðum við á því að aðskilja og hvað græðum við á því að sameina? Fyrir 16 ára aldur þá græða stelpurnar jaft á við strákana á að spila blandað. Strákarnir eru bara upp til hópa, ég ætla ekki að alhæfa en samskiptin eru mjög góð. Það bara gaman hjá þeim. En stelpunum finnst mjög gaman að spila líka bara stelpunum móti stelpum og þar alveg erum við með eitthvað sem heitir U16 kvenna Íslandsmót sem þær spila bara í. Af því að við vitum það alveg að þó svo að krakkarnir sé að æfa sömu í íþróttina að þá leikurinn eðlis ólíkur á milli kynjana. Þannig að það sem að strákarnir læra af stelpunum og stelpunnar læra af strákunum það mismunandi hraði eftir þau eru komin á kynþroskan. Stelpunnar þurfa að stíga upp og spila hraðar, þannig að líkamlega krafan á þær betri. En strákarnir verða, þeir læra svona, verða svona teknísk atriði og þú veist, taka leikurinn verður ólíkur og margt svo yfirfærir á milli. En við sjáum aðeins að eftir að 16 ára aldurinn að þá eru strákarnir orðnir meira fysikal af því það má tjekka í karlahokki, það má það ekki kvenna. Þannig að hvað það? Að tjekka? Það, þú veist, að fara í svona ef hann að skauta fyrir ramman þá maður negli í hann skilur. En pointless því að þú veist, hver græður á því kvennahokki. Þannig að strákarnir eru farnir að spila minna fysikal þegar þeir sjá að það stelpa í horninu, þeir þora ekki í hana. Þannig að þeir stoppa og það ekki mentality sem við viljum. Við viljum að sé alltaf 100% ákveð. Að þá svona komin tími á, en síðan ekki, það fullt af stelpum sem spila mjög fysikalt og þær negla strákana. Þannig að ef þeir þora ekki að negla mig, þá það þitt vandamál, skilur. Eða þú veist, þeir þurfa að ákveða það sjálfur hvað þeir ætla að gera, en þeir eru að veigra sig við því. En þetta hefur sýnt sig að með því að kynin æfa saman, að þá kvenna íshokkí á hraðri upplið. Við erum, búin að Hefur stúlkum fjölgað í kvennahokki þá? Stelpum hefur fjölgað gífurlega. Já, mitt. Á Akureyri skautafélag Akureyri fullt. Það ekki pláss fyrir fleiri iðkendur þar. Og stelpur í, til dæmis 2012 og 13, 10, 11, 12 og 13 í miklu meirhluta. Þannig að strákar eru á Þá sé ég ekkert, það ekkert jákvætt. Ef það ekki fjölgunin en árangunin betri, þá svona, þú veist, þetta viðkaman eins og í fótboltanum þegar þú lætur mjög tökum stráku stelpu bara, þú veist, tekur kyn og blanda saman ungaldri, þá eiga stelpunar til með að draga þess út. Þess vegna hefur þetta blandað sem ekki alltaf. Það stundum, en stundum þetta að æfa saman, þú getur stundum verið með, þú veist, bara, við sjáum að ykkur, því að þetta alltaf einstaklisbundið, suma stelpur bara, þú veist, eru tilbúin í aksjónu, aðra svona dragast tilbaka, þannig að það alveg áhugavert akkurat að blanda kynjunum. Af því að þeim líður vel í þessum hóp. Það skiptir máli, Og þær ekki hræddar við að láta finna fyrir sér og þær ekki hræddar við að taka pláss. Þú veist, og það líka lykilatriði þegar kemur af stelpum, en fyrir svona 5 árum, þá voru stelpunar, takk þú bara bökin, ég skal bara býða, þú veist, í leik. Það bara svona bökkuð því að strákarnir voru svo aggressífir. En núna þetta þess að breytast. En þegar var farið í, veit ég, okkur 15 ára að láta strákustar bara æfa saman, hver heldur hafa haft mestar áhyggjur af því, foreldrar, hver hafa mestar áhyggjur af því? Stelpuna? Nei, strákana. Nú svo leist. Það var bara,
hafa bara hérna sko, hæja með stelpunum skilur bara, dreigur þetta ekki úr gæðum dreigur þetta ekki úr en þú veist, þú ert eins og að fara að æfa og síðan sérðu bara, þessi tilbúin kannski í eitthvað meira, hún vill meira hún gera þetta snýst allt að finna verkefni við hæfi og þegar þú finnir verkefni við hæfi þá líður líka vel sko, þannig að suma kannski bara nýpar að æfa og vilja bara með stelpunum, þá æfa með stelpunum þú veist, og svo framvegis, þannig að ég held að sé alveg svona skemmtilegt að blanda og búa til svona líka bara krakkarnir að var rosa gott að kynnast utan skóla, þú veist, það bara þau læra þetta eigur samskiptafærni og það verður meiri samvinna og samstaða á milli, þú veist, og strákarnir eru, að því að stelpurnar eru skemmtilegar og strákarnir eru líka skemmtilegir, þeir eru ekki allir bjánar, sko, þannig að það þarf veist, og ef við getum ekki leyst ákveðin ágreining á milli kynjana, hvernig eigum við að þá að fara að tækla ólíka kynþætti og börn af ólíkum uppruna eða með, þú veist, í ólíkum minnihlutahópum, ef við getum ekki leyst þetta einfalda vandamál. Börn er æðisleg, þetta er bara spurning að finna bara alltaf, það er alltaf einhver styrkleikar og eitthvað jákvæmt og það bara að finna það einhvern veginn. Þarna erum við þetta líka svona svolítið föst inn í þessu kynja tvíhyggjunni, alltaf strákar og stelpur og í krafti svona jafnréttis baráttunnar að þá þú veist, hefur farið svolítið púður í að efla stelpurnar og núna erum við allt í einu bara svona smá að horfa á bara býta, ok, strákunum okkar líður ekki nógu vel og strákarnir okkar eru, þú veist, sjálfsvíkstíðnin er há þar og hérna skólakerfið virðist einhvern veginn ekki alveg ná að grípa það nógu vel. En hvað græða strákar á jafnrétti? Af því að núna sjáum við svo rosalega mikið hérna bakslæð eins og vorum að tala áðan að það er svona andfeminísk umræða, feminismi er allt í einu aftur orðin bara, þú veist, eitur í beinum fólks og rót alls íls fyrir sumum og það, þú veist, gengur langt svo umræða. Hvernig, hérna, þú veist, hvernig, eins og þú ert að lýsa þessu, þeir að spila saman, hvað græða, og stelpunarna sterkari, hvað græða ungir kallmenn á jafnrétti? Það eins og ég segi, stelpurnar eru oft teknískari, ekki alfarið, en það er hugsa leikin öðruvísi. Þannig að strákarnir læra þarna ákveðna fjölbreytni. Það er smá taktísku breytileiki á milli kynja og þetta læra þeir, það getur ekki verið slæmt. Af því að það eigur bara þeirra leikskilning. En ég held að það sem er mikilvægast í þessu er að það er umbyrðalendið, þolinmæðin, gagnvart öðrum sem er ekki eins og þú og allir fái að tilheyra inn í hóp en þar aftur skiptir þjálfarinn lykilatriði. Því að þú getur verið að vinna með blandaðan hóp, byrjum á stelpum og strákum eða aftur þessi tvíhyggja, ef þú blandar það er bara einn hópur sem æfir saman. Það er svo margt sem að þú lærir á því að umgangast fólk sem er ekki eins og þú en þú verður að gera það með opnum hug og að skilja að það eru kostir og það eru gallar við að það er ekki allir eins og þú en það er samt fleiri kostir því að ég myndaði hvernig heimurinn væri ef allir væri eins og þú Sér bara einhverja virðingu og svona traust og sér maður ekki gleyma því að því fleiri þáttakendur í íþróttum því betra að þannig sjáum bara aukningu hjá þáttöku kvenna svo þú nefna ísöki eða fótbolta eða handbolta öllu það er aukning sem er jákvætt Sérnu tökum annað þátt sem kannski ekki rætt sem er mikilvægt líkur íþróttahreyfingana þá eru tekjustofnar aukast að sjálfsögðu líka því að í dag er bara getur fengið styrki, stóra styrki fyrir eitthvað jafnréttinu sem nýtist í rauninni, nýtist öllum þannig þetta skiptir bara þú veist, að líður öllum betur í jöfnu samfélagi hvort sem að kemur að efnahag eða jafnrétti eða hverju sem er það bara, þú veist, að líður öllum betur og við lifum því mér ekki fullkomnum heimi og en ég held að sé rosa mikilvægt að við stöðlum jafnrétti hugum að öllum þessum einstakling sem eru saman hvað stétt og stöðu og kynið til þeirra en ég sé rosa mikilvægt að drengir þú veist eru upp til hópa frábærir, þetta er bara spurningum hvað styrkleika þú hefur og nálgast á kannski aðeins öðrum hætti sko og þegar að hlutinni gangi ekki vel en ég held að við séum ekki að tala drengin niður en ég held að við sem samfélag þurfum bara að hjálpa stað og ég held að foreldrar með ekki gleyma sínu þetta þeir gleymast oft það er gleru sem nefna foreldrar við förum í sérumræðum það er sérþáttur foreldrar skjást og ég á 5 drengi og þú veist þannig að skiptir og sem miklu máli að ræða hlutina bara opinskátt
og þú veist, og ég held að gagnist öllum og það að, þú veist, fordæma og taka á skaðlegri orðræðu við börnin sín og ræða, þeir eru oft forvitni, vilja ræða ýmislegt, þá reynum við að vísa þeim veginn til betri leiðar og beinu brautina og það að foreldrar hjálpast að bara spjalla við börnin sín, sko, það sé líka mikilvægt, sko, gleymist út.